Og áfram höldum með föstudagsþáttinn. Við ætlum ekki til Skagafjarðar strax, við ætlum að fræðast jarðgöng. Og jarðgangamaður landsins kominn til mín, Karl Eskil, velkominn. Takk fyrir það. Þú tengist nánast öllum jarðgöngum sem að byggð hafa verið. Viltu aðeins fara yfir það? Minnstakosti hérna fyrir norðan, það eru jarðgöng, svona veggöng hérna fyrir norðan. Já. Það eru strákagöngin, þau eru elst, svona rétt hálfrar aldar gömul. Og ég Siglfirðingur, þegar þau voru tekin notkun, eða vígð, þá sem sagt var ég gutti og tók þátt í vígsluathöfninni. Svo koma Múlagöngin fyrir 30 árum, þá ég orðinn fréttamaður og sendur á staðinn og gerði frétt þegar þau voru vígð. Síðan koma Héðisfjarðargöngin, þá ég blaðamaður og sjálfstætt starfandi og gaf út sér blað göngin með Morgunblaðinu. Svo koma göngin yfir frá Eyjafirði yfir í Fnjóskadalinn, Vaðlaheiðargöngin. Nýjustu göngin. Þá ég líka blaðamaður og flutti fréttir af þessu, þannig að ég veit og búin að gera alveg heilan þáttum Vaðlaheiðargöng og ert að vinna núna svona 4 þáttaseríu það ekki, hérna á N4 jarðgöng. Jú, við erum að gera þáttaröð, 4 þætti þessi jarðgöng á Norðurlandi og við einblínum svolítið á samfélagslegu áhrifin sem að þessi göng höfðu. Hvað þýddi það í raun og veru fyrir íbúana að fá göng og sérstaklega þessi elstu göngin að þau rufu sannarlega einangrun bæði Siglufjarðar og Ólafsfjarðar. Því að þarna var kannski bara ófært allan veturinn, alveg frá hvað? Erum við að tala október fram í mars eða? September, október, þá bara lokaði Siglufjarðarskarð. Hann var bara að vera sjálfbær, nánast bærinn, eða það voru náttúrulega bátar kannski sem sigldu með vistir en annars? Já, það var bara flóabátur til Ólafsfjarðar og Siglufjarðar, kom bara með mjólkina á 30 og 50 eitthvað svoleiðis. Þannig að maður skilur vel að þetta hafi verið mikil bylting. Já, þetta var mikil bylting og við sem að núna erum hérna í dag, við kannski bara gerum okkur hreinlega ekki grein fyrir þessu. Við Jón Tómas, kvikmyndagerðarmaður, við erum búin að vera að dunda í þessu undanfarna mánuði og erum núna að klippa saman þátt Múlagöngin og hvað þau þýddu og bara til dæmis, við erum með viðtal við konu. Hún átti að eiga barn fyrirhugað í mars. Já. Bjó í Ólafsfirði. Bjó í Ólafsfirði. Hún yfirgaf Ólafsfjörð í febrúar og kom heim aftur í apríl með barnið sitt og það var bara eingöngu út af einangrunni. Ef eitthvað myndi koma upp á, þá var kannski bara ekki óhætt að vera þarna. Einmitt. Það er svona gott dæmi. Og svo náttúrulega Múla, Ólafsfjarðarmúlinn, bara myndir, ef maður sér myndir á honum, þetta er náttúrulega ekkert að láta sér þetta í huga búti veg þarna er eiginlega bara brjálæðislegt. Hann var hrikalegur og Múlavörður tók líf og við erum með viðtal líka við mann sem starfaði þarna við Múlaveginn við að ryðja hann og halda honum opnum og sögurnar sem að hann segir bíllinn hans fór út af og hann gat kasta sér út úr bílnum einhvern veginn allt í einu og svo bara heyrðan bílinn bara rúlla niður. Í sjóinn bara? Í sjóinn. Svo erum við með annað viðtal við mann og þau voru að eigna sitt 3. barn og sem að fæðingi var á Akureyri og þau voru að fara heim með nýfædda barnið yfir veturinn. Svo upp á heiðinni, það er svo mörg gil í Múlanum, falla snjóflóð, báðu megin við bílinn. Og þau bara strand á milli? Þau bara sátt inni. Með litla barnið? Já. Og hvað? Verður að sjá þáttinn til að sjá hvað gerist, er það ekki? Það er búið að birta fyrsta þáttinn, að sýna hann hérna Strákagöng og hvenær fer þessi í loftið Múlagöng? Svo er það Múlagöngin, þau eru á þriðjudagskvöld hérna á N4. Þetta eru hálftíma þættir og við búum svo vel að því að bæði í Siglufirði og Ólafsfirði að það er til urmull af góðum gömlum myndum frá Múlaveginum, svo förum við í Gullkistu RÚV og tökum þar líka gamla myndir. Þannig að við sjáum þetta mjög vel og skiljum kannski betur hvað þetta var, hvað þessi göng höfðu rosalega mikil áhrif. Og svo er það þriðji þátturinn þá Héðinsfjarðargöngin.
Já, við í raun og veru förum bara rétta aldursröð sem næst það Héðinsfjarðargöngin og svo endum við í Vaðlaheiðargöngum. Og þetta bara í júní allt saman eða verður þetta svona dreift yfir sumarið? Það svona nú ekki, þetta fer svona bara eftir framvindu mála, en þessi tveir þættir, þeir eru tilbúnir, Strákagöngin og Múlagöngin, og svo höldum við Jón Tómas bara áfram að setja í pottinn og hræra og þar til rétturinn verður tilbúin. Hvað heldur að við þurfum mörg göng til viðbótar? Getum við aðeins skoða það? Já, allavega sko, í þessum þáttum þá kemur það alveg svo berlega fram hvað jarðgöng, hvað það eru mikla samgöngubætur allt saman. Í Færeyjum þá talað að það sé það bil 1 metr af jarðgöngum per íbúa. Þeir eru einhvers staðar í kringum 50.000 eða ekki, eitthvað svoleiðis. Það eru 50 kílómetra af jarðgöngum í Færeyjum. Já, við erum ekki komin með tærnara sem þeir hafa hælana eða eitthvað. Nei. En svona mér persónulega, mér finnst að við Íslendingar við ættum að vera með minnstakosti að vera á hverjum tíma að gera göng. Já. Og einmitt, og losa okkur við svona stórhættulega fjallvegi sem einmitt eru bara þvernýftir niður í sjó eða eitthvað. Það þarf að vera. Já. Þetta bara þannig. Takk fyrir að koma og segja okkur frá þessum merkilegu þáttum og bara bí spennt eftir að sjá fleiri. Takk. Jarðgöng sem samgöngumannvirki tengja saman byggðir og svæði. Í þessari þáttaröð verður fjallað fern jarðgöng á Norðurlandi og samfélagsleg áhrif þeirra. Elstu göngin eru Strákagöng sem tengja saman Siglufjörð og Skagafjörð. Þar á eftir koma Múlagöng sem tengja saman Ólafsfjörð og Eyjafjörð, Héðinsfjarðargöng sem tengja saman Siglufjörð og Ólafsfjörð, Eyðifjörðinn Héðinsfjörð og yngstu veggöngin eru Vaðlaheiðargöng sem liggja milli Eyjafjarðar og Fnjóskadals og tengja þannig svæðin saman. Strákagöng eru elst, 60 ár eru síðan framkvæmdir hófust, rúmlega 50 ár eru síðan þau voru tekin í notkun og Vaðlaheiðargöngin, sem eru yngst, voru formlega tekin í notkun í upphafi ársins 2009.